Enn er ég að tala. Leikurinn felst í því að ég þekki myndir sem birtast á skjá af úr öllum áttum eiginlega. Og þá verð ég oft mjög hugsi eins og þessari myndi. Og ég minni líka á að þetta er gert fyrst og síðast fyrir börnin mín, Jón Emil, Álfheiði Erlu og Jóhannes, svo þau viti kannski seint og síðan mér þegar þeir eru fullorðið og gamalt fólk hvað pabbi var að gera þegar hann var í útlöndum. Ég svolítið að herma eftir föður mínum. Hann skrifaði bækur sitt líf eftir að hann settist í Helgan stein, settist í Árvog og ég sestur í Árvog líka og feta í fótspor föður míns. Þessi runa mynda er að því leyti frábrugðin að hún er öll frá Kínaför. Ég les nú eftirfarandi. Tónlistin flytur kæra kveðju frá Íslandi til Kína. Frumsýning óperu Atla Heimis Sveinssonar og Sigurðar Pálssonar undir stjórn Guðmundar Emilssonar á íslensku menningardögum í Peking er í senn merkur viðburður í tónlistarsögu Íslendinga og staðfesting á mikilvægi menningarsamstarfs Íslands og Kína. Þetta bréf fengum við Sigurður, Atli og Guðmundur frá forseta Íslands, svona eins og eins konar vegabréf, eins og gert var í gamla daga. Hér er ávarpið þýtt á ensku, en ég ætla nú ekki að fara að lesa það. Þetta er nú kannski ekki gert fyrir vini mína sem að fylgjast vel með þessari dagskrárgerð minni. En ég vil nota þetta tækifæri til að minna á utanríkisráðuneytið. Alla mína ferðir og öll mín uppátæki, stór og smá, í áratugi hefðu ekki fengið farsælan enda eða niðurlag ef ekki hefðu verið til staðar utanríkisráðuneytið og starfsmenn þess. Og ég vil sérstaklega nefna í því sambandi vin minn Hjálmar Vaff Hannesson og frú Önnu Birgis sem að hafa verið sendiherra hjá okkar víða veröld. Hér erum við stödd, við erum bara komin til Peking eða Beijing og þetta er Poli Plaza Theater. Þar var í fyrsta sinn eða frumflutt ópera Sigurðar og Atla, Tungisegjan. Og þetta er mjög glæsilegur samkomustæður. Ég sé ekki betur. Ég fór nú alltaf hinum megin á húsinu reyndar, en ég sé ekki betur en þetta sé eins konar hótel. Þarna svo mikið af turnum í Beijing. Sem sagt ég hef aldrei séð þessa mynd áður en ég veit að þetta er Poli Plaza Theater. Og hér sjáum við inn í Poli Plaza og þetta er gríðarlegt bákn og
ég veit ekki hversu mörg þúsund manns komast fyrir þarna. Þetta minnsta kosti harpa, eða kannski sinni 2, en hvert sæti var skipað, bara hvert einasta, þegar við frumfluttu Túnskilseyjuna. Hún hafði reyndar verið flutt 2-3 árum áður í Þýskalandi, Bonn, Köln og ég man ekki, Bielefeld, en þessar forsýningar í Þýskalandi voru ekki eiginlega sviðsetningar. Þetta voru konsertuppfærslur, kjólfatasýning. En nú var þetta gert með fullum skrúða og með bestu hljóðfæraleikurum og leikhúsfólki sem hægt var bara að finna á Íslandi. Og við köllum þetta Moonlight Island Company og þetta var í Peking í mars 1997. Allir heimur sáum að semja tónlistina. Guðmundur Emilsson sáum allt skipulag, fjáröflun, bara framkvæmdina, og ég var 2 ára undirbúið þetta átak, ef nokkuð maður trúi því. Sigurður Pálsson sá librettóið eða söngtextan. Og hér svona listi yfir helstu leiðara, bæði í gryfju og baksviðs. Ég sé þarna þetta bara í Stafrófsröð, Sýnisbjörn. Þetta svona fólki sem mest mætti á í Beijing. En þessi listi hins vegar, það allt fólkið sem hjálpa okkur að undirbúa ferðina, og sumt af því held ég megi segja hafi verið með, eða fulltrúar þessara deilda leikhússins, ferðunarmeistari, búningahönnuður, ljósamenn voru, og leiksviðsstjóri og sviðsmenn, og auðvitað voru leikmunir hafði með, og allt var þetta sett í borð í flugvél og flogið, og öll tæki, tól og ég veit ekki hvað, mörg tonn, og það ástæða fyrir því. Við töluðum ekki kínversku og lögðum ekki í að treysta á samskipti okkar við Kínverjana sem voru þarna starfsmenn þessa hús. Efnióperunar hér, svona til að byrja allavega að hluta, og byrja svona. Á 8. öld sigldi Kalman prins úr Suðureyjum í út norður átt. Hann hafði orðið undir í valdatafli við slóttu af valsmenn á eyjunum og orðaði leggja á flótta. Auður, dóttir Írakonungs, áskona hans, varð eftir heima. Kalman fann landið sem talað var í fornu bókum. Hann sigldi fram hjá hvítum jökli og fann breiðan fjörð með mörgum eyjum, iðandi af lífi fugla. Hann sest að í eyjunum og ígrundar hið liðna og hringrás náttúrunnar. Og hér eru burðarhlutverkin eða aðalhlutverkin. Þau voru nú reynda bara 3, en óperan var flutt viðstöðulaust í klukkutíma og 45 mínútur, svo að það mætti mikið á þessum söngvurum, og ég get fullyrt
að það var ekki hlaupið að því að læra þessa tónlist alla. Loftur og Signý til hægri léku Kalman og Auði og Ingveldur sem fyrir miðju heldur á skipi, við sjáum seglið, var í aðeins minna hlutverki en var sannarlega senu þjófur enga síður og fólki var allt klappað upp og þetta fólk þekki þið öll, leitt að Ingveldur skildi ekki vera á þessari mynd og ég sakna þess að enginn úr öllum sem mikla hópi sem var alltaf að taka myndir út allt og af öllum skuli ekki hafa sendt mér neinar. Þetta eru þessar fáu myndir sem ég á og þarna vantar Unni, það er að segja Ingveldi. En þau voru 4 á sviðinu, Loftur, Signý, Sigurður og Ingveldur. Og þið sjá, þetta er ekki neitt smáræðis lið sem fór með mér. Hér er Kalman, kannski staddur í Breiðafirði og syngur ástasönginn sinn til Auðar og viti menn, hann þykist heyra eins og bergmál af söngnum og það er kvenmannsrödd. Er Auður komin á þennan breiða fjörð? Ætla þau nú að fara að hittast í ellinni? Þetta gæti nú átt við Alla og Sif. Út í það er farið. Þannig að bakvið sést sögumaðurinn Sigurður Pálsson vera að hlusta og segja sögur. Nú, þetta, ég veit ekki hverju þessi mynd er þarna, í akkurat þessum stað. Þetta er ekki hluti af leiktjöldunum. Þetta er bara, gæti verið Hilton hótelið í Beijing þar sem við dvöldum og það fullt af sögum af þeirri dvöl. Ég man eftir einnis, ég ætla að segja á 10 sekúndum, menntamálaráðherra Kína bauð öllum í kokteilboð klukkan 5 til 6. Og Íslendingarnir, ekki vanir svona nákvæmni, þeir sumir tíndust ekki inn fyrir klukkan 6, en þá var bara partíið búið og ráðherra gekk út og maturinn og allt gotteríið var bara tekið af brott. Svona er það. Þetta er íbúð sendiherrans, dvalarstaður og fundarstaður og Anna Birgis, kona Hjálmars Fannessonar, hefur búið þessi íbúð fallegum húsgögnum og sjálf var hún alltaf landi sínu til sóma og þau buðu okkur í heimsókn í íbúðina og kínverskri konu sem var selja skrautmuni, listmuni og 2 aðstoðarstúlkur hennar. Þannig að við þurftum ekki einu svona að hlaupa Beijing til þess að kaupa minnigripi. Við fengum þá á lágu verði þarna og allir keyptu eitthvað handa elskunni sinni heima á Íslandi. Þetta er plaggatið eða veggspjaldið sem maður sá
vítt og breitt Beijing og svona hugsuðu kínverskir teiknarar sér hús Kalmans á Breiðafirði eða kannski Höll á Írlandi, ég veit það ekki. En þarna sjáum við til hægri kínversk letur og þar stendur náttúrulega það helsta, svo sem er svo nafn óperunnar og hvað hann fjallar í stórum dráttum. Já, þannig mér í svo tunglið. Tunglskinseyjan. Hér kemur svo, þetta er ekkert ósvipað og var áðan, nema kannski aðeins ítarlegra. En Þórunn Jónsdóttir, löng orðin fræg og heimsfræg, búningahönnur. Þetta var eitt af hennar fyrstu verkefnum á Íslandi, held ég megi segja, eftir hún lauk námi. Björn B. Guðmundsson, ljósahönnur, er nú, mínum mati, einhver almesti listamaður sem ég þekki. Og leikstjórinn Kristín Jóhannesdóttir er listamaður fram með fingurgómana. Þetta er allt saman fólk sem hefur fengið edduna eins og sagt er. Og hér óperutexti Sigurðar, ég les upphafið. Þetta var í árdaga. Í þá daga voru liðnar hátt í 8 aldir frá fæðingu Krists. Í þá daga hafði Ísland enn ekki byggst nema mjög litlu leyti, en sögur höfðu borist það land. Sögur af mikilli eyju þar sem miðnætursólin ríkir á sumrum og norðurljósin dansa í tunglskini vetrar híminin. Þess að gera maður ráð fyrir, þá er þessi texti mjög ljóðrænn hjá Sigurði og hefur kveikt í alla svo ríkulega á úrvarð einstök ópera. Einstök. Og þá kemur hér texti sem Atli skrifaði Tunglskinseyjuna. Tunglskinseyjan er nakið verk sem krefst mikillar einbeitingar af áhorfendum eða áheyrendum, jafnt sem flytjendum. Allt sem skeður á sviði sjónar og heyrnar er jafn mikilvægt. Allt er aðalatrið. Ég leyfi mér að endurtaka. Allt er aðalatrið. Þetta er impressionistískt verk að mínum mati. Ljóðrænt, impressionistískt og mjög framandi fyrir alla sem tóku þátt og þá ekki síður fyrir áheyrendur. Við betluðum það að fá að sýna þetta hérna heima, þessa óperu, og Þjóðleikhúsið lána okkur húsið og dyraverði, en fólki að Tjaldabaki var allt saman fólk sem þekkir þetta hús út í þaula, svo sem Kristín, sviðstjóri, sem starfar þarna hverju kvöldi, og Björn ljósamestari og svo framvegis. Þannig að það þurfti ekki neitt að kostaði Þjóðleikhúsi ósköp lítið að sýna Tunglskinseyjuna. Og ég vildi bara sýna henni einu sinni, en Sigurður og Atli kröfðust þess að þetta yrði sýnt 4 sinnum.
og það var gert. Nú, eins og ég sagði, þá kom það í minn hlut eins og reyndar alla tíð. Því ég hef þessa náðagáðu geta krist pening út af fólki að það kom minn hlut að fjármagna þetta mikla ævintýri. Ég byrjaði nú bara á því að tæma bankareikningin minn til að komast til Kína til að rákast við sendiherran og fólk sem ég þurfti að ná sambandi við í Kína áður en lengur er haldið. Og svo þegar það var allt komið á koppinn, þá fór ég heim og byrjaði að safna peningum, velja fólk, hljóðfæraleikara, einsöngara og búningahönn, ljósamistara og svo framvegis. En þessi listi segir okkur hverjir studd okkur og fyrir þann stuðning þökkum við innilega. Ég fyrir hönd. Þá er þessari heimsókn til Beijing lokið að sinni. En mig langar til að bæta einu við. Það er mjög mikilvægt fyrir mig, persónulega. Og það er eitt og annað. Í fyrsta lagi að þakka öllum listamönnunum sem að komu við sögu Tunglskinseyjarnar. Bæði konsertuppfærslu í Þýskalandi og sviðssetningu í Kína. Svo ætla ég að segja það sem enginn veit. Ég hef gengið með fyrirbæri í maganum frá janúar 1987 sem birtist, sem kom fyrir almenningssjónir og eyru haustið 87 og heitir Námur. Þar bið ég skáld, tónskáld og myndlistamenn að velja sér yrkisefni, eitthvað sem varðar landnám Íslands, miðaldir og allt fram á 21. öld. Þetta átti að verða 36 listaverk. Það er að segja tónverk, ljóð eða óbundið mál og myndlistarverk, málverk eða skúlptúr. Og ég er enn að. Ég er að vona það að mér takist að ljúka þessu námum áður en ég rekk upp af eða verð óvinnufær. En það sem enginn veit er það að þessi ópera Tunglskinseyjan er eitt af þessum námaverkum eða eitt verkið í námum. Það er bæði sjónrænt, ljóðrænt og tónrænt. Sömu sögu er að segja Gretti Þorkels Sigurbjörnssonar, Böðvars Guðmundssonar, sem var frumflutt í Bayreuth og endurflutt í Toronto við talsverðan fögnuð, þó ég segi sjálfur frá.
það sú ópera er hlut á námum. Ég hef haldið mér frá fjölmiðlum eins og ég hef mögulega getað, en í staðinn hef ég látið skoðanir og hugsanir í ljós á þessari heimasíðu, en það hafi ekki borist neina fréttatilkynningar frá Guðmundi Emilssyni eftir að hann tók við starfi tónlistarstjóra Ríkisútvarpsins í ágúst 1989 og ég gengið mér sér lengra svo það komi námum ekkert við. Ég bað að hljóðrit mín yrði ekki flutt í útvarpinu, allavega ekki meðan ég væri tónlistarstjóri af siðferðislegum ástæðum sem eru augljósar. Nú ég held áfram að vinna að þessum mikla hugverki mínu, námum, og safna heimildum hverja mynd, hvert ljóð og hvert tónverk. Og ég vildi hafa sagt þetta óperurnar tvær. Ég skrifaði ekki þessi libretto, en ég bar fram þá fyrirspurn til Þorkels hvort hann vildi nú ekki, nú er ég að tala Þorkel Sigurbjörnsson, hvort hann vildi nú ekki hugleiða að semja óperu Gretti eða eitthvað sem tengdist Gretti. Og það vildi svo einkennilega til, sagði hann, að hann hefði einmitt verið að gæla við þá hugmynd í mörg ár. Svo það small nú vel saman. Eins var það með Tónskeiðseyjuna. Ég talaði við Sigurð Pálsson og bað hann að hugleiða að semja libretto og þá var ég búinn að tala við Atla og hann var til í Turkið og spurði hann hvort hann hefði áhuga á því að fjalla það fólk sem kom fyrst til Íslands, það best við vitum, þar segja keltana. Einfaldlega vegna þess að ég hef alltaf haft óskaplegan áhuga að vita meira dvöl þeirra og búskap hér á landi. Og þegar ég var að hugsa þetta fyrir áratugum, þá hafði ég óskup fáar heimildir til þess að glugga í. En nú eru komnar út merkilega ritgerðir og rannsóknir á keltum og veru þeirra á Íslandi og hvernig þeir urðu hluti af þessari þjóð. Á öllum mögulegum rannsóknarsviðum, ætla ég að segja. Líffræði og fornleifafræði og svo framvegis og sagnfræði. Þannig að sem sagt þessi tvö stóru verk eru hluti af námum. Svo vildi ég segja þetta
að því miður þá hafði enginn á Íslandi ræna á því að láta hljóðrita þessi tvö verk. Allavega ekki Ríkisútvarpið. Og því síður að festa það á myndband sem hefði náttúrulega verið ennþá betra. Það er skarð fyrir skildi. Því get ég ekki núna leyft ykkur að heyra, elsku börn og aðrir sem hlusta, leyft ykkur að heyra Túnskið segja Atla Heimis og Sigurðar Pálssonar. Því miður. Hún er bara ekki til nema í höfðun á mér. Og það helgast kannski að því, allavega með Túnskið segjuna, að ég var tónlistarstjóri Ríkisútvarpsins þá og mér hafði verið sagt að ég yrði að stíga út úr eldhafi íslensks tónlistarlífs og gerði það og var reynda búin að því 4 árum áður. Ég hef sagt frá því. Mér þykir þetta svolítið dapurlegt, en í staðinn fann ég á netinu allara fyrstu hljóðritun mína með Sinfóníuhljómsveit Íslands. Jón Örn Marinósson, sá ágæti drengur, fyrrverandi tónlistarstjóri, forveri minn, skrifaði mig bréf til Ameríku og bað mig að stjórna víólukonsert eftir Atla Heimi Sveinsson sem heitir Könnun. Og sólóistinn yrði Ingvar Jónasson, sá frábæri tónlistarmaður. Ég man nú reyndar ekki ártalið, en 79, 78, 79, eitthvað svoleiðis. Þó vil ég segja eitt, að ólíkar verki er ekki til, heldur en Túnskinn segja Atla Heimis og Könnun Atla Heimis. Annað Túnskinn segja er mjög fínleg, fínt ofin, en Könnun máluð með miklu breiðari penslum. Ég vona að þetta komi einhverjum að gagni. Svo þakka ég öllum þolinmæðina og fjölda heimsókna á heimasíðuna barnanna minna. Verið öll velkomin að heimsækja okkur í Árvog.